Komið sæl, kæru hlustundur og verið hjartalega velkomin í hlaðvarp Myntkaupa. Í dag föstudagurinn 13. febrúar 2026 og Bitcoin í $68.346 og hjá mér sestur Björn Harðarsson. Vertu blessaður, Björn. Já, sældu blessaður. Föstudagurinn 13. Ég á bara að fatta það núna þegar ég var að segja þetta. Ég var ekki einu sinni búin að fatta það. Sko. Nei, en við erum á aðeins betri stað en við vorum hérna, en ég held að við myndum vera þegar við vorum komin hana undir 66.000 í gær. En þetta búið að vera... Það segir lítið. Já, sko, við erum bara dag eftir dag í basically max 4. Við erum búin að vera að rokka frá 5 til 9 í 4 grít í núna bara finnst manni mjög langan tíma. Og jú, ok, þú veist, þetta bounce sem að gerast ákvörðat núna, þú veist, hérna einhver 3,1% upp, þú veist, það ekki búið að vera margir einu sinni svona dagar. Og þeir sem hafa verið, þú veist, við höfum farið aftur niður. Við höfum vísu ekki farið hérna aftur í 60.000, en fórum hann í eitthvað 65 eitthvað, sko. Já. En þetta auðvitað bara svona, þú veist, það liggur maður kallar þetta svona bara svona sideways eitthvað, sko, að þú veist, það sé bara flatt. Já. Þetta auðvitað ekki búið að vera flatt, en flatt að þýleitunum til, sko, að það fer bara eftir hvað dagur þá erum við nokkurn veginn í sama verðinu búin að vera, þú veist, síðan við hittum síðast og þetta hafi sveiflast. Já, þú veist, ég lít svolítið á að þetta svona levels og eins og ég segi, þess vegna var ég að segja hérna lengi að, ok, meðan við erum í 80 til 126 sem auðvitað, það ekki eitt og sama hérna levelið, en það samt allt level sem við vorum búin að kynnast og læra að þekkja, og þá sagði ég, þá nenni ég ekki að vera eitthvað, þú veist, að það að koma nýtt level til að ég verði eitthvað annarkur spenntur eða hérna ræddur. Já. Þú meina að fara upp fyrir eitthvað ákveðið eða niður fyrir eitthvað ákveðið. Og svo, þú veist, núna eru klárlega, þú veist, komin í bara level, sko, þú veist, annað level niður á við og fórum eiginlega niður fyrst mér 2 level. Þegar við förum úr 80 í 60, þú veist. Ég myndi segja svona, þú veist, þú getur nokkuð veginn úr þessu, þú getur nokkuð veginn talað svona að svona hver 10.000 cirka eitt level. Þú veist, 70 til 80 eitt level, 60 til 70 og, þú veist, og maður bara svona einhvern vonast virkilega mikið að 60.000 eða 59.8 annum daginn hafi verið botnin, en já, ég þori sannarlega ekki að... Nei, og þú veist, ég held að við séum alveg svona í grunninn bjartsýnir menn, sko. Maður þarf að vera í þessu, sko. Já, en ef við erum að hugsa bara svona til styttri tíma bara, þá ég svolítið meira á því að við séum frekar að fara, ef þú talar þessi levelðín, sko, þá erum við að fara að levelega niður miklu frekar að lefa upp, sko. Ég hugsaði þegar ég var að keyringa, ég var að hugsa með mér, sko, ég væri verulega hissa, ég veit að hluti getur verið fljótur að breytast, en ég samt verulega hissa að sjá Bitcoin yfir $100,000 á þessu ári, og ég ekki að hissa að við getum þurft að bíða í 2 ár eftir því, sko. Já, sko, þetta svolítið áhugaverð, sko, ég svona meira því að við sem að fara niður og ég svolítið eins og ég var að tala síðast, ég svona að vera að pæla rosalega mikið í þessu og ég svona svolítið á því að það sé svona 2 sviðsmyndir sem að gæti komið upp sem ég veit ekki hvor líklegri, og kannski líklegri þessi fyrri að við hvað segja, bermarkaðurinn klárist í október bara eins og venjulega, þetta bara, þú veist, við fylgjum þessu bara sem við höfum ekki kannski endilega trúað og svo byrjum við að fara upp og þá gæti ég alveg séð fyrir mér við gætum alveg náð þessu 100.000 mögulega, ég ekki að segja líklega, en svo þetta hef ég líka velt fyrir mér að þetta gæti gerst bara í maí-júní og þá ég bara nokkuð vissum að við myndum ná þessu 100.000, en þú veist, vandinn við að segja þetta að þú veist, það bara, að mínum að þið þarf bara fullt af ytir þáttum að eiga sér stað svo að við náum þessu 100.000 talandi ekki all time high. Þú veist, við þurfum að fá eitthvað svona innflæða peningum í Bandaríkin
væri best upp að ef við bara hugsa verðið á Bitcoin og verðið á krypto, það væri best ef að Trump myndi bara geta staðið við það að ákveða að fara að gefa öllum bara tekka eins og var gert í COVID. Það, þú veist, við fórum hratt upp á COVID eftir að fólk fekk bara senda einu postin. Bara eftir að bara flættu allt kerfið að peningum. Og það var aldrei flættu þetta eins mikið og þá ég er svo sem ekki búast við að það gerist núna. En við kannski tölum það eftir út frá kannski umræðum seðlabankastjóra hvað er líklegt að gerist, sko. En nú samt kannski er að þú ert að tala um hana þessar $2,000 sem hann alltaf var að tala um að myndi fara af þessum tekjum af tollunum til allra. Það er aðalega það sem ég er að meina, en svo þetta eru kannski meira peningar sem að myndi setja spýti umferð og þú veist, setja þak á kreditkorta vexti og svo framvegis sem myndi hjálpa líka, en jú, ég er aðalega að tala um það. Já. Sko, en þú veist, að því að við erum að tala um hvernig við sjáum $100,000 aftur, þú veist, ef við speklum það, því að ég er búin að vera allan tíman bara eitthvað þetta meika bara ekki sens að þetta sé eitthvað eins og klukka þessi 4 ára hringrás. Það er bara en svo eitthvað sér þetta gerast og maður er bara svona býtu, er þetta í alvörinni svona? Er þetta bara eins og eitthvað, þú veist, ég veit það ekki, bara eins og eitthvað tölvuleikur eða eitthvað, skilur hvernig þetta fer, en að vísur reyndar munurinn samt sá eins og komst inn á í síðasta þætti er að bæði virðist vera bara, má segja að flestar aðra myndir heldur en Bitcoin og Ethereum, kannski XRP, hafa bara verið í bjarnamarkaði í miklu lengri tíma, plús það að ólíkt á fyrri bólamörkuðum, þannig að náði Bitcoin ekkert mjög, það náði ekki eins og tvöfalda toppinn frá 2001 sem hlýtur að vera tilefnin til þess að draga aldrei að botnin, þú veist, eins og ég ákveðin erfitt með að trúa því að vega mikið meiri lækkanir eftir, að þá samt get ég sagt að það er samt mjög óeðlilegt að við förum undir til dæmis $60,000 sem við gerðum þó, að þá erum við að tala um meir en 50% lækkun og þú getur sagt já, en við höfum venjulega verið að tala um 70-85% lækkun frá toppi og það er allt rétt, en munun er að þú er bara með svo miklu meiri hækkun á undan, skilur mig. Jú, og þú veist, og við höfum rættið á því, þannig að ég er algjörlega sammála, en svo, þú veist, hugsa ég hinna hliðina á þessu. Og það er þessi, sko, þú veist, ef þú ert búin að vera lengi í þessu markaði, þá ertu alltaf búin að sjá, bara eftir x marga daga, október og 4 ára fresti, þá toppar markaðurinn, þú veist, þannig að ef þú ætlar einhvern veginn að mögulega bæta við þig, þá er ekkit heimskulegt að selja í lok september á 4 ára fresti og ákvað að kaupa eitthvað árið seinna eða eitthvað. Það hefði allavega virkað mjög vel undanfarið. Það er svona einhvern svona súsálfræði í þessu og þá veltir maður líka fyrir, og hefur hún það áhrif á að menn bara búast við ennþá meiri botni, því þú veist, ég er samlega, en það sem ég bara svolítið erfitt með að komast eitthvað nöðstu. Hluta til er ég sammálaður, en ég er samt svolítið á því að botnin gæti verið alveg svona 40 til 54 og ég væri kannski örugglega nær 54 út af þessari kenningu. En svo hugsaði ég meina, þú veist, ok, eitt af því, ég fór bara skjótið inn og ég skal koma að því hvað ég ætla að segja, að þú spurði mig hérna síðast, af hverju var þetta mikla dropp hérna um daginn. Og þetta dropp er bara, held ég bara eitthvað 3. eða 4. staðsta dropp per sólarhring eitthvað bara í sögun held ég allan að síðustu ári. Já, í dollurum talið er það ekki. Í dollurum talið, og það er þetta, í prósentu talum er það þetta ekki. Nei, einmitt. En í dollurum talið þá er það bara sama á FTX og COVID-krassið. En sko, það sem kom mér svolítið óvart, þegar ég fór að skoða þetta, er að ég sagði örugglega við þetta útflæði, hefði verið mikið útflæði í ETF, kauphallasjóðum. Og það er þetta búið að vera, innflæði, útflæði, er búið að vera í 4. mánuður sem er í mínus. En svo þegar maður fór að skoða tölunar og prósentutölunar, þú veist, að þá er þetta ekkert eitthvað, þú veist, ég held að maður overall getur maður sagt eigendur sem eiga í kauphallasjóðum hafa verið að halda bara ágætlega. Þú veist, ég man ekki að það var eitthvað tímabil sem ég skoðaði
þetta var eitthvað svona útflæði 7 miljardar dollarar meðan svona gömul veski voru að selja fyrir 130 miljardar dollarar. Og þá hugsaði ég mitt, þetta finnst mér mjög sérstakt. Það það, ok, ég skil alveg að þú ert búin að eiga síðan 2011, 12, 13, 14 og þú ert búin að ákveða að ég selji 100, hvað þá 120 aukleis. Svo erum við að selja og við vorum að tala um þetta var svo rosalega mikið, þetta væri bara, er þetta ekki bara komið þérna síðasta haust? Eru ekki bara allir þessir búnir að hreinsa út? En mér að þeir heldur bara áfram að selja í 65, 70, 75. Já. Sem að, þú veist, þá hugsaði, ok, eru þeir bara búin að segja, heyrðu, ég er búin að græða nóg, ég bara selja í hvaða tölu sem eða eru þeir að hugsa, við erum á leiðin í 40, þannig að ég ætla bara að selja í 60. Maður veit ekki, mér að svo er þetta tölur fram og tilbaka, svo sjáum við hverjir eru að kaupa, ég meina, það er eitthvað að vera að kaupa inn í kaupaldsjónu, það hafa komið dagar sem eru í blús og svo eru veski með eitthvað á bilinu 1000 til 100.000 bitcoin, eru búin að bæta töluvert við sig. Þannig að þetta er fullt af fólki sem hugsa, ok, mögulega botnin komin ég ætla alltaf ekki að býða með að kaupa. Nei. En svo er þetta bara, þú veist, ég meina við sjáum þetta hér á landi og þetta er að gerast bara, held ég, í öllum mínu vestræna heimi, ég þekki ekki hvernig þetta er fyrir utan einu vestræna heimi, ég myndi að halda að það væri örugglega svipað á flestum stöðum. Það er bara hart í ári. Það eru háir vextir víðast hvar. Samt er það að díla við eitthvað verðbólgu ofan í háa vextir líka, sko. Þú ert að díla við, þú veist, hvort tveggja. Hérna, eins og ég talaði minn síðast hætti, merkjum að húsnæðismarkaðurinn í Bandaríkjunum sé að hérna gefa sig. Já, ég held að aðrir markaðir að leita niður á við. Ég held að, sko, ég sá eitthvað starf, sko, 5% af öllum lánum í Bandaríkjunum held ég að verið séu í skuld, þú veist, hafa ekki borgað af í 90 daga. Séu í sér vanskilum. Já, og 12% held ég að kreditkortaskuldum, sko. Já, einmitt. Þannig að þú veist. Þannig að þegar þetta er staðan, þá, þú veist, þú getur ekkit, þú veist, ég var alveg til að kaupa bara 1 bitcoin núna í dag, sko, skilja á þessu verði, sko. Það er ekki hérna huglæga afstæða mín sem blokkar það, sko. Ég bara á ekki pening til það, skilur. Það er sama með þetta fólk. Það kannski maksa kreditkort svo þessum tíma, það bara getur ekkit bætt á. Já, einmitt, sko. Þannig að hérna, og ég hugsa margir, þú veist, það hlýtur líka að vera alveg talsverður slatti. Þetta er lengi verið vinsælt að fólk hefur verið að veðsetja bitcoinu sitt og taka lán og þú veist, ég held að þetta sé eitt af svona það er eitthvað algjörlega finnst mér til að bitcoin nái virkilega blómstra varanlega til langstíma, bara árið tala áratugi ef ekki lengur, að þetta verði svona, hvað ég segja, áræðanleg notkun bitcoin, að þú notir það sem veð fyrir lántöku. Gallin er bara hingað til, hefur þetta verið svo sveiflótt að fólk er að lenda í því, jafnvel þegar að hugsa margir að hugsa núna þegar það var komið yfir 100.000 og búið að vera það mjög lengi, einhverja mánuði, og hugsa nú er frekar örugt að veðsetja bitcoin, taka lán, þá er ekki að tala um að gíra sig í einhverjum tradingstöðum, heldur bara taka lán eins og veðsetur húsið eða hvað það er, sko. Og þú veist, og byrja að reikna út og það þarf að fara niður í 60 og eitthvað, sko, ég bara sé það ekki gerast, punktur. Svo gerist það og ég held að margir hafi lent illa í þessu. Ég tók lán út á bitcoin á sínum tíma og það kom sveifla sem ég veist að bæta við, þannig ég myndi alltaf segja, ef fólk ætlar að gera þetta, auðvitað er þetta skilja þetta er leið, þó ég gerir þetta ekki í dag, þá skilja þetta sé leið til að bæta við sig, en sko ég myndi alltaf segja bara reyndi þó að eiga nógu mikið af hann okkur peninga, bitcoin og sidelines til að bæta við og passaði að þú veist, þetta var auðvitað þú veist, margir staðir voru rauninni bara likvidata þig ef þú fórst niður fyrir okkur ákveðna tölu eða innan sólarhrings. Nú eru margir komnir í 3 daga viðvörun og þú getur bætt við, sko, en þú veist, ef þú ætlar ég held að sé þetta alltaf þannig 5 sinnum meira bara. Já, en ég held að sé þetta alltaf þannig að ég skil ekki þetta 3 daga viðvöruna því ég myndi halda alltaf að það fer undir eitthvað ákveði verð. Þú getur ekki sem lánveitandi eða sem hérna veðhafi,
þú getur ekki verið með veð í svona eign og ef ég er búin að lána þér $50,000 og þú setur $100,000 virðið af bitcoin og ég get ekki ef þetta farið undir 50.000 ég get ekki sagt, þú er 3 dagar ég get átt að hætta bara, hvað ef þetta bara fer Það var sólarhringur á Celsius á sinni tíma, ég minnast á Celsius Já, en ég trúi samt, já, ok, þú veist, ok, það má vera þegar gefur, já, ég þekki ekki hvernig það er, en allavega, ég myndi halda að þú þurfir sem. Ég held að þú þegar þeir eru að gera margin call, ef mann rétt, þá eru þeir ekki að gera það við nákvæmlega, þú veist, þeir séu bara slétt. Nei, þeir gefa margin calli fyrr, en svo ertu liquidataður, fyrsti margin call, svo ertu með einhvern buffer að liquidata. Já, það getur vel að, þú veist, skiptir ekki öllu máli, en ég meina, þú veist, bursi frá því, hvað hinn, þú veist, svo sem hinum við borðið gerir, að þá þú veist, þá myndi ég alltaf ráðleggja fólki ef það er að gera þetta, ekki setja allt í þetta og alltaf bara doppula allt sem þú átt einhvern veginn, þú veist, bara, þú veist, þú sér það bara í þessum sveiflum, sjá það ekki allir á þessum sveiflum fyrir en kannski núna, ég var einmitt að bara svo skjótið því að það er áhugaður punktur. Vorum að tala um þessu þennan dag, þetta var þetta stór dagur og hröð sveifla niður, en svo var ég að hugsa eftir á, þá var ég að hugsa, en hvað var það eitthvað meira sem gerði að verkum að menn voru svona ekstra hræddir? Og þá fattaði allt í hennu, við erum þetta búin að vera lengi í þessu. Og þú manst eftir, og þú rifjaður örugglega upp hérna síðast, þegar við vorum í þetta síðasta bullmarket, þá voru alltaf, þú veist, sveiflur alveg 20%, 30% og eitthvað svoleið, sko. En sko, síðustu 2 árin, þá hafa sveiflur á Bitcoin til dæmis, svona dag frá degi verið bara í sögulegu lágmarki. Já, einmitt. Svo núna, ef við tökum sveiflumælinguna bara á þessar síðustu 2 vikum, þá erum við komin í miklu nær því sem var 2021. Þannig að þeir sem er komin á markaðin, hvað þú segja, 2023. Já, þeir að kynnast fyrst svona, nei, einmitt. Ofan í það líka sem ég held að veri allavega fyrir mig persónulega var að stærsti faktor hvað það var brútal að við vorum að lækka 9 daga í röð og svo kemur þessi dagur. Þú veist, maður hefur ekki séð svona verðhegðun, bara held ég nokkuð tíma og kannski helst það, en þetta er ennþá meira fyrir þá sem eru búin að vera bara 2-3 ára á markaðanum. Algjörlega, af því að eins og ég segi, þeir sem voru eins og segir, þeir sem voru komið inn í Bitcoin 2023, þú veist, 2003 þegar þú kemur inn þar, ég vil snemma ári, það er bara ótrúlega þægilegt ár. Já. Bara 100% upp, litlar sveiflur, svo kemur 2004, aftur 100% upp, tiltölulega litlar sveiflur, þannig lagað og sveiflunar aðalega upp á við og svo kemur bara 2005 og maður er bara gat og svo núna byrjar þetta 2006, þannig að þú veist, jú, ekki spurning sko. En þú veist, við rættum að síðast hérna og ég fæ ekki betur síðan að það eigi enn við og mér langar að spyrja þig bæði hvort það sé tilfellið en líka þá ef svo hvað þér finnst það, hvort það sé tilefni til að hafa meira áhyggjur ekki en við rættum að síðast að það hefur verið skortur á einhverju svona einu dóminerandi narratífi sem að skýra þessar lækkanir annað en bara það að það kom bjarnamarkaður eins og einhvern gerist alltaf 4 ára fresti og þá bara ekkert annað að gerast en að bara þetta að lækka og það max hræðsla en það verður ekki verið svona, þú veist, að því líka við getum sagt, ok, það var miklu meiri í gangi 2022 heldur bara eitthvað 4 ára hringrás stýrivextir voru búin að vera lágir í mörg ár og þeir voru skrúaður upp öllu valdi, allir markaðir fóru niður, svo kom allar kaupallunar, Celsius, FTX, BlockFi 3 Arrows Capital, you name it það var fjölda gjaldrót á þeim nú hefur ekkert svona narratív verið, kannski smá getur þú sagt strategy að fara að springa þessi treasury companies að fara að springa varla, hvert þetta eitthvað narratív í gangi og ef ekki, hvað finnst þér það? Já, sko ég veit ekki endilega með narratív sko, en ég held að það sé svona mögulega skýringar á því að þetta fer svona mikið niður eru svona 5 atriði. Hvort að það sé nákvæmlega narratív, þá meinar að fólk sé að tala það endilega mikið. Þú veist, en þú veist, ég held að sé alveg nokkri áhrifþáttur og ég get alveg talað upp, ég taldi kannski einhvað upp síðast.
Ég held að það sé áframhaldandi sem við heldum kannski að vera búið, sem búið að vera síðan bara í janúar 25 held ég allavega, að það eru bara þetta Þetta er OG kvalir. Já, þetta er rauninni IPO moment fyrir Bitcoin sem kallað að þú veist að nú allt í nú komin stórir kaupendur, það að selja það utan kauphalla eða þú veist utan markaðars þannig séð og það narratív sé svolítið í gangi, haldi áfram. Ég held að það sé rauninni bara því miður þessi fylgni við við tækni fyrirtæki þú veist, þú byrja sem ætti ekki að vera því miður af því að þau eru búin að vera að hækka svo mikið en nú eru það að lækka og þá lækku við. Jú, ég meina við fengi bara verri hliðina á þessari fylgni. Já, við höfum ekki verið að teila hækkannar. En ég sá þú veist, ég sá línurit sem sýndi, þú veist, upp og niður fylgni við tæknifyrirtæki, hvort það var bara software as a service fyrirtæki eða hvort það var öll tæknifyrirtæki. Og fyrir utan það að Bitcoin hafði svo sem hækkað á þessum 5 árum 500% meira, þá svona hlutfastlega fylgdi þetta nákvæmlega eftir. Og fyrir vikið kannski Bitcoin í smá svona tilvistarkreppu, því að þú veist, núna, okkur segi tilvistarkreppu, því það hefur alltaf verið, oft allan að verið þessi fylgni við tæknifyrirtækin, já, en tilvistakreppan er svo að gull færði okkur þessa tilvistakreppu. Gullið bara keyrðu upp og þá kemur bara fólk og ég fann mig bara þegar ég einhver að segja, hvað betur, er þetta ekki payment? Ég sagði, nei, þetta er meira svona store of value, bara svona leita í svona öryggi í erfiðu umhverfi og þá bara, gullið búið að vera að hækka rosa mikið og er ekki búið að vera þannig moment núna, erum við ekki bara 50% niður. Þannig að það er erfitt að selja þessa hugmyndafræði núna og það er tilvistakreppan sem er svolítið í gangi. Það held ég að sé alveg stór þáttur í þessu. Ég held að sé ennþá einhver svona áhrifa 10.10. Ég held að sé og það er bara verið einhver umræða einhver fyrirtæki sem hafa þurft að selja og jafnvel selja gull þannig að þessu, þú veist, einhver svona sjóðir sem að hafa bara þurft að unnvænda einhverju, ég held að það sé áhrif og svo mögulega sem við getum komið inn á eftir nýji seðlabankastjórinn. Já, mér langar einmitt að ræða hann á eftir, en kannski aðeins að staldra við þetta því við nú rætt eða alla þessa þætti sem nú nefnir nema kannski mér þetta sérstaklega áhugaverður punktur að vera með tilvistakreppu. Af því að þetta hefur verið einn af þeim sem mér fundist mjög gott að hlusta á Mike Novogratz og hann alltaf tala um þetta Bitcoin með svo geggja narratív, það með svo skýrt og simpúl aðgengilegt narratív sem bara stafrænt gull, digital gold og hann sé bara ekki verið að flækja þetta, ekki verið að hafa þetta margþætt Wall Street skilur þetta er narratív sem selur og þetta er narratív sem búið að vera að selja þetta er búið að selja í náttúrulega mörg ár og þetta var náttúrulega að selja mjög vel fyrir þegar BlackRock kemur með ETF-in og fleiri sjóðir fylgja en svo einmitt lendur bara í þessum aðstæðum sem við erum að díla við akkurat núna þar sem orginal gullið er að standa sig frábærlega og er að soga í sig bara trilljónir dollara af verðmætum og Bitcoin lækka bara í verði og þá allt í nerti svona bara þú veist, payment narratífi er augljóslega ekki valid. Það var einhver hugmynd þú veist, 2010 eða með hvítbókin eitthvað svoleiðis. Guð má vita hvort það verði kannski aftur narratífi eftir einhver ár með Lightning Network eða eitthvað svoleiðis, það er allavega ekki narratífi í gangi. Nei, og ekki þá næstunni held ég, Nei. Og þá er þetta þú veist, hvert er þá narratív og fyrir mitt leiti ég svaraði ennþá bara það er áfram stór og value narratív, það bara er að eiga undir högg að sækja ákvörðat núna eins og sakir standa en það nær vopnum sínum á ný það er trúum hans en ég skil mjög vel að markaðar neður að túlka þetta sem Bitcoin er í tilvistakreppu. Já, og minna, þú veist, og ég er alveg, þú veist, sammála því að það, þú veist, þetta er ekki ágefni til lengri tíma og þú veist, við töluðum alltaf að Bitcoin eldi gull einhvern veginn og maður með svolítið senkun
þú veist, ég held að sé alveg rétt að, þú veist, það alltaf einhver svona markas hringur á mismöndu löngum tíma þú veist, og það gull frekar snemma í ferlinu og Bitcoin frekar aftalega í ferlinu einhvern veginn, sko, hvernig það leggur á stað. En það sem svo erfitt við þetta kannski þetta, eins og segið, ef fólk byrja að spurja mig þá svo erfitt að reyna að réttla þetta og segja þetta sem stóra valja út af þessu, að því hinga til allan sem ég kom inn í markaðin, þá hefur gull bara nánast verið flatt. Já. Svo og meðan Bitcoin hefur náttúrulega margfalda, sko. Já, svo hafa menn verið að segja og ég jafnvel líka, en þú veist, Kína hefur verið að kaupa svo mikið af gulli og það hækkunin undanfarið. Svo var ég myndi að skoða það, Kína byrjaði að kaupa gríðarlega mikið 2021. Þannig að það ekkit víst að það sé endilega að keyra upp verði núna. Mögulega það bara retail sem að við vildum hafa inn í Bitcoin, Ethereum, XRP og Solana, sko, sem að kaupa gull, sko, og silfur. Þannig að við erum líka að sjá hérna svona almenni notandi mögulega. Ég allan ekki að kaupa þessa narratífu gull sem Bitcoin sem stóra valju, en svo veit maður að þetta mun taka við sér og leið og að teku við sér, þá allir búin að gleyma spurningunni en þetta stóra valju, af því að þú veist, auðvitað það þannig, þetta stóra valju á þýlitunum til að ef þú ferð bara nógu langt aftur í tíman eða nógu langt fram í tíman, þá þetta outperforma nánast allt. Já. Þú veist, fyrir utan kannski eitthvað svona 1 og 1 Nvidia, ég get ekki sagt þetta rétt. Nei, en það kemur. En sko... En maður segja þú veist, það kom eitthvað svona, stundum kemur bara eitthvað inn í hausinn á manni. Þú veist, viðurkennum það alveg, ég alveg hugsaði hvað menn sem tapa á svona einum ákvörðun lífinu. Ég hrifinn hann að Mike Novogratz líka. En var það samt ekki hann sem að ef þú myndir segja að fara úr og ofan, það ekki með Terra Luna þarna... Þetta tattoo á sér? Ég vissi það ekki. Nei, það? Var hann í því? Ég þekki ekki. Ég held að það sé Mike Novogratz. Ok. Það voru nú margir góði menn sem fór í Raoul Pal var náttúrulega svakalegu talsmaður Terra Luna, sko. Já, en hafðu eitt á hreinu, sama hvaða kryptóðu trúur á, sleftu samt þarna tattoo. Já, ég tekur það. En sko áfram aðeins meira tilvistagreppu að þú veist, ok, nú erum við búin að tala um Bitcoin. En það sannarlega gríðarlega tilvistagreppa ef við tökum bara 99,9% af öllum kryptotókenum sem til eru í heiminum og reyndar örgulega miklu hærri tala heldur en hærra hluta heldur 99,9%, basically bara eins og ég upplýta núna eiginlega alla rafmyntir fyrir utan Bitcoin, fyrir utan Ethereum, fyrir utan Solana sem ég ekki að segja sko það sé ekki að ströggla þessar myntir, þú veist. Ok, XRP allavega með sitt narratív, þú veist, en hérna, þetta eru svona nokkrar keðjur sem geta enn sagt núna, ok, við erum með eitthvað skýrt narratív, við erum relevant, en eitthvað, þú veist, hvernig heldur að sé, þú veist, og ég segja nú bara sem, þú veist, ég veit ekki hvort ég geti lengur sagt ég eigi afaks, því að mér líður bara eins og það sé eiginlega bara komið í 0, sko, og ég bara ekkert að sjá eitthvað mikið skýrt bara, þú veist, ég ekkert að sjá eitthvað svona, hérna mikið skýra flugbraut eitthvað upp á við, þú veist, ég veit ekki alveg hvað þarf að gerast, og þú veist, og þær eru bara að díla við þetta, þessar myndir og þessi ecosystem, þessar keðjur, bara ok, þú veist, Bitcoin með stóru value narratífið. Solana með skiluru og Ethereum með náttúrulega stablecoin narrativi sem virkilega, það ekki að fara neitt. Þau eru að gleypa það. Svo real world assets narrativið, þú veist, það ennþá alveg, þú veist, mjög healthy relevant narrativ. Ég held að það sé engin að hérna efast það. Ég meina, það bara New York Stock Exchange og ekki hvort sem þeir velja eitthvað keðju eða gera þetta internal. SEC með Project Crypto og svo framvegis. En ég bara segja, þú veist, það eru svo mörg og þú veist að einhver leyti myndi segja að það ágætt að vera coin eins og Doge núna eða eitthvað sem bara með skýrt, bara ok, við erum bara meme coin, við erum bara OG meme coinið, take it or leave it, skilur þú veist, en fattar aðeins hvað að fara, það er að vera eitthvað serious project, eins og Cardano, eins og Avalanche, eins og, þú veist, Polkadot, skilur þú veist,
það er orðið eitthvað þú veist, ég er ekki að segja það sé að það sé ekki að snúa þessu við og ég veit ekki henni sko bara þekkja þennan marka og maður samt á svona smá tímabót hugsa bara goddammit, þú veist maður þarf ekki að riska það miklu til að bæta kannski aðeins við sig af afvaks af, þú veist, jável polkadótt eða einhverju skilgreinda þá sagði maður alveg ofur mikla áhættu fjárfestingu en maður hugsa bara, ok, þú veist, það þarf ekki nema bara eitthvað smá að gerast, þá getur þetta allavega orðið eitthvað. Já, mér langar svolítið að svona skiptis upp í nokkra hluta, sko, og svona sem ég sammála þessu, og ef við horfum bara á verði, þá er þetta bara allsherjar tilvista kreppa kannski bara. Það er bara krypto tilvista kreppa í gangi. En þú veist, það sem ég samt finni, ef ég bara svolítið svona íti svolítið verðinu og verðþróuninu undanfarið, bara undir teppið það eins eða inn í annað herbyggi og horfi bara á allt sem er að gerast þá segir ég sko, ok Bitcoin er í þessari tilvistarkreppu ákvörðat núna gagnvart sérstaklega gulli út af hækkun gulls en sko en bara svona heildamyndina til að taka Bitcoin fyrst og svo ætla ég að fara yfir hitt við tökum Bitcoin bara, þá myndi ég segja sko en bara, ok, horfum á hvað er að gerast þannig bak við tjöldin, það er ekki einu sinni bak við tjöldin, hvað er að gerast þarna úti, þú veist það er endalaust af bönkum og sjóðum og stórum öfnum að segja þeirra ætla að allokera og fjármálaráðgera ætla að allokera í þetta, ok, og þá segir sem upp en það er ekki komin, nei, en meina þannig virkar þetta alltaf þegar kemur eitthvað nýtt, meina það þarf að fræða menn, þeir eru fjármálaráðgjafar lengi á stað, þeir þurfa að fræða ennþá meira og svo framvegis. En þetta er allt í þá áttina að það er að koma meira og meira fjármagn. Talandi ekki þegar við verðum með lægri vexti og efnahagslífið er orðið meira örugt menn ekki hræddir og svo framvegis, þá mun það gerast. Þannig að, þú veist, long term og þú bara horfið fram hjá verðinu þá long term eru við bara lítur þetta rosa vel út og við tökum hitt dæmi allt. Ég er svolítið sammála því að það er meira sko tilvistarkreppan er sérstaklega mikil hjá þeim sem að hafa ekki náð einhvern veginn að sanna sig með notendum og svo framvegis og það er kannski bara, þú veist ef við hugsaum bara svona layer one, þú taldir upp AVAX og þú taldir upp Cardano staðnindin er að það er ekkit akkurat núna mikið að notkun á þessum layer ones og er það endilega eitthvað skrítið? Minna að þú veist, árið 2000 voru tugir ef ekki hundruði leitarvéla. Það var rauninni, þú veist, ég notaði einhverja 2-3 og notaði eitthvað sem heit Excite og svo notaði ég alltaf vístalengi og svo bara allt í hennu kom bara miklu betri tækni og það er Google. Þú veist, ég held að þú veist, eins og staðan er í dag þá er Ethereum og Solana Google þessa leyra og auðvitað framtíðin björt þar, minna þú veist við erum að sjá trilljónur ofan, mögulega, ég ætla ekki að segja 100% koma, þú veist, í formi hlutabréfa og peningamarkasjóða og ríkisskuldabréfa og jafnvel fasteigna og svoleiðis á bálkakeðjuna og ákvörðat núna held ég að það er ekki bara stöðuleikamyndir eins og þú segir, það er allt þetta þá er Ethereum kannski líklegastir Solana einhver leiti þeir eru með fleiri notundi Ethereum er meira Ethereum er aldrei að fara að gleypa það er ekki að fara ein keðja sem gleypir allt eins og í dag þá geta er það ekki en auðvitað, þú veist, ég held að Vitalik síðasti maðurinn í jörðinu sem að hann fattaði það daginn að hann sagði að Layer 2 var narratíf, hann var bara búinn Layer 2 narratíf var búinn, já ég held að svona fyrir þá sem að trúa á Ethereum segðu bara, ok, logsins, ég er búin að hugsa að tala þetta í 5 ár en mér er samt ánægður að hann sé að átt að segja á þessu og ég held að Solana ógnin og mögulega Sui og eitthvað fleira sem að er að koma með miklu hraðari tækni sem þarft ekki að flækja lífið þitt með því að setja þig inn í einhverja alls konar Layer 2. Layer 2 er eina sem að munurglasar standa uppi þar er mögulega Base frá Coinbase. Já. Þannig að þú veist en þú veist
á endanum þá ef fólk allar ég held að endanum dag eru svo margir svo hrættir og þeir eru svo illa farnir af þessu 2025 sem átti bara að senda okkur öll bara upp í tunglskinnið einhvern veginn, þá held ég að bara menn eru miklu varkári, þannig að þú veist, ef að þú varst svona riskavörs og fórst bara í þessu svona stæðstu sem er búin að sannlega segja einhverju leiti fyrir ári síðan eða 2 árum síðan, þá ertu ennþá meira núna. Þannig ég held að sé erfiðara fyrir þessa lausnir eins og Avax og Cardano og hlust, einhvern veginn að ná fjárfestum og notendum að því að menn hugsa bara, ég ætla bara að vera örugur, ég ætla bara að vera hérna í Ethereum og ég ætla bara að vera í Solana og mögulega XRP og okkur svo leiði, sko. Þegar þyrfti eitthvað að ná einhverju svona, þú veist, mjög specific narrativ. Ég velti til dæmis fyrir mér á ekki Grand Theft Auto að vera að fara að koma út núna, eða er hann komin út, ég þekki það ekki, veist þú það? Já, betur eitthvað starf, jú, ég held að sko, það átti að vera eitthvað á bálkakeðinu. Já, sko, ég hef aðeins verið að kynna mér þetta, ekki mikið samt, en ég hef fylgst með einhverjum einu svona krypto-influencer sem er mikið í gaming og krypto og, þú veist, hann bara lýsa sem mér finnst raunin ekkit erfitt að trúa með við hvað ég veit þó að minnstu kosti eitt, að það er að gaming-hagkerfið er alveg bara, þú veist, galið stórt, sko, og það er bara stækka að ef þeir eitthvað ná að integrera krypto og bálkakeðutekna við Grand Theft Auto, þetta gæti orðið, sko, eitthvað risavaxið hagkerfi. Já, menn hafa sagt að þú þurfir svona þennan stóru leiki til þess að virkilega svona, þú veist, hafa svona ekstra jákvæð áhrif á krypto. Og þú veist, keðjan sem grípur, þú veist, svona leik sem líklegast að verði Solana eða mér finnst erfitt að sjá Ethereum gera það, en kannski, ég veit það ekki. Menna Avax gæti náttúrulega gert það. Þú veist, ef þið ná okkur svoleiðis, segjum bara kemur frétt bara, heyrðu, Avalanche partnera við Grand Theft Auto, skilur. Það breytir öllu dæminu, fattar við. Þú myndir ekki þurfa annað þú myndir ekki þurfa neitt annað heldur en bara eitthvað eitt svona risa gig og þá ertu komið með ég var að hlusta á eitthvað erlent podcast og ég heyrði til dæmis að nýju leikunum frá EVE Online var ég að koma á Sui. Já, en þú veist, en á sama tíma myndi ég held að sko frábært, og þetta er frábært fyrir adoption og alveg som er real world asset, en til þess að þetta hagnist okkur sem fjárfestum sem að eigum í Ethereum, Sui, Solana og þessu, Avax, að þá þarf að vera bara svona almennt líka meiri svona jákvæðning af þessu. Að því að þú veist, þó að komi endilega einhver stór leikur, þá þurfum við að fá eitthvað svona nánast eins og við fengum hérna DeFi Summer og við verðum að, en svona stór leikur gæti alveg ítt í við, en þú veist, ég myndi segja sko, þá myndi ég vilja frekar Grand Theft Auto kæmi út með leikinn svona þegar við verum að leggja staðin í nýtt búlrun, ekki ef kæmi núna það verður bara einhverju nokkrir influencerar á X og við að tala um hvað það væri geggja, það væri engin áhrif á verðið. Nei, það er hættið því. En strákar, innskot, hann er væntanlegur 19. nóvember 2026. 19. nóvember 2026? Já, og þetta var, þessi dagsetning var staðfest núna í febrúar. Ok, þetta er svolítið áhugaverð tímasetning. Það gæti verið upp af úlrönni. Já, að minnst okkur til að þú veist, gæti þessi bjarnamarkar verið að baki. Já, ég meina það reyndar þannig, sko. Já. Og þessi tímamóti gæti verið svona, þú veist, við auðvitað vitum ekki. Gætir hann verið valinn? Valinn? Nei, Grand Theft Auto er svo stórt. Það er ekki ólíklegt að þeir sé að velja þetta á betri tíma fyrir bálkakeðina. Já, þú ert að meina að þeir sé að velja þessa típa sem út að... Nei, mjög ólíklegt. En maður veit það ekki, að veltur á því. Ég myndi ekki að ég var ekki útlægt. Já, við náttúrulega vitum ekki, það hefur held ég ekkert verið staðfest neitt með en kryptoplön hjá þeim. Nei. Og mögulega hefur þetta performance á kryptomarkanum ítt undir eða dregið úr líkum þess að þeir sé að fara að gera. En við vitum það ekki. En þetta er alltaf... Það getur alveg verið, ég meina,
svona fyrir ári síðan þá voru menn rosa mikið að tala hinn og þennan leik sem var að koma út á bálkakeðinu og það var alveg að hafa jákvæð áhrif en ég minna en þetta væri sko, ég held ángriðs þetta er eitt stærsti leikur í heimi ef ekki reynilega bara stærsti leikur í heimi já, þetta er einn ef ekki stærsti leikur í heimi og þetta er í rauninni þá fyrsta skipti held ég allan það var alveg komið leiki sem orði stórir Axie Infinity var stór en hann varð til á bálkakeðinu hann varð ekki stór þetta er ekki sequel eða framhald af einhverju stóru Grand Theft Auto er samt, þú veist, miles ahead já, ég meina það er bara eitthvað eins og Call of Duty og FIFA eða eitthvað svoleiðis að kemja á bálkakeðutæknina sko. Og ég held á þessi expert, ég held að Grand Auto sé jafnvelst, kannski ekki FIFA, ég veit það ekki en það er allavega, þetta reynaði matastæðstu leiki með heim en gott og vel, mér langar þá að fara yfir í allt aðra sálma og ræða þennan nýja mann sem hefur verið tilnefndur sem arftaki Jerome Powell í Seðlabanka Bandaríkjanna hvað var þetta náttúrulega, Kevin Warsh já. Og hann ég er ekki búin að sjá mikið þetta, hann er búin að segja að ég mun vernda sjálfstæði bankans en ég er sannarlega þeirra skoðunar að vextir ætti að vera lægri og þú veist, þannig að Trump er þá allavega vonandi að ná fram tímarkmiði að lækka vexti en varandi krypto ef ég spyrir, er sem aðeins krypto-friendly? Já, það er erfitt að svara þessu bara með já og nei ef ég yrði að svara með já og nei, þá myndi ég segja já þú veist, ég held að sko það sé til að upptaka af honum ef maður rétt að hvort það sé bara 2011 frekar en 12-13 þar sem hann er að tala Bitcoin og hann á ég man ekki hvað mikið Bitcoin, hann á eitthvað Bitcoin okay, og hann á 6 Ethereum ef að veskið sem er búið að byrta hann úti hérna sér ég þetta á hann í þessu tveim verkunum og hann hefur talað mjög ég man ekki, hann var í einhver svona frægu viðtali þar sem að hann er spurður og kannski svolítið svona neikvæðan svona aðeins og hann var neikvætt og það sem hann svarar bara mjög vel hérna út frá krypto en þú veist, það svarar ekkit endilega sko menna viljum við fá krypto-friendly í allar stöður, já, en þú veist, hver er tilgang, hvað gerir það fyrir okkur? Þú veist, menna í fjármálaeftirlitinu þá hlýtur að skiptir að gríðarlega miklu málu fyrir öllu stjórnkerfinu en þurfum við eitthvað ekstra inn í Seðlabankann, ég veit það ekki þú mátt koma með rökin, sko Já, þú veist, ég var auðvitað hýttum að segja já það, sko, allavega maður getur verið vissum eitt maður vil sannarlega ekki krypto-hostile Já, ég er sammála, já en þá kemur eitt að þessu er mögulega betra að því að þú tekur bara gaur eins og Trump sem er sannarlega krypto-friendly gaur, bara mjög pro-krypto hefur hann haft góð áhrif á markaðinn til þessa? Það er voðalega erfitt að segja það núna Við getum bara sagt eitt, sko hann hafði gríðarlega jákvæð áhrif til að byrja með áður en að fórseti sérstaklega Já, verði núna er undir verðinu þegar hann tók við, þannig að það er búið að núllast út hans jákvæð áhrif verðlega séð Já, það er alveg máli og þá, þú veist og mögulega er það bara allt eitthvað eðlilegt og þetta jafnast út og verður svo allt eitthvað betra en ég velti bara fyrir mér er mögulega bara best þeir sem eru við stjórnvölin vill maður umverulega bara að séu krypto-neutral þeim sé bara heyrðu, við ætlum ekki að vera eitthvað á móti þessu við ætlum heldur ekki að vera á með þessu þetta er bara eitthvað tækni sem við fylgjumst með og ef hún er að sína fram á með einhvern konkrétt hætti og hún sé að gera heiminn og kerfið eitthvað einn betra þá auðvitað til einhverju það. Þú veist, ég er ekkit endilega sannfærður að krypto-friendly, ekki friendly sé stærsti faktorinn varðandi þennan seðlabankastjóra upp á verðin og bull market og bear market og svo framvegis. Við vorum með krypto unfriendly í bara öllum stöðum þegar við hækkuðum mest 2021 en kannski ef við skoðum bara aðeins innan mann það held ég skiptir meira máli hvernig hann muni hafa áhrif á markaðin. Þetta er mjög áhugaverður einstaklingur. Hann hefur áður verið í stjórn Seðlabankans í fjöldi ára. Hann er einn af þessum sem sagt, hann er í þessari stjórn sem Jerome Powell er formaðurinn
Já, en hann sagði af sér, hann er að koma aftur ef ég... Hann er svo að fara að verða formaðurinn. Já, hann er yngsti maður sem var kosin inn í stjórn Seðlabankans, 36 ára gamall á sínu tíma, fyrir hrun. Wow. Hann sagði af sér, og hluta til það hann hefur verið mjög sterkur á sinni stöðu, hann er algjörlega á móti endalaus peningaflæði að vera að setja endalaust peningaflæði í umferð og þarna kemur flækjukerfi varandi markaðinn af því að hann hefur verið mjög jákvæður og hljóma þannig á að lækka vexti þannig hann hefur talað eins og hann sé líklegur til að lækka vexti en hann hefur alltaf talað eins og hann sé líklegur til samt aðhaldsaðgerða frekar heldur en að Í hlutur að gera. Já, og þú veist, og það er kannski það sem er kannski erfitt í þessu, því að ég held að við þurfum, ef við viljum hugsa bara það sem við eigum og ekki bara skoðunar okkur á peningar í umferð, þá þurfum við peningaflæði í umferð og þar held ég að markaðurinn hafi lent í svolítið svona erfiðum málum hana í þessum droppi öllum mörkuðum daginn. Þú veist, við vorum að fá inn mann sem að var mögulega að fara að lækka vexti. Við erum líka mögulega að fá einn mann sem er að fara að stabilisera hagkerfið sem er jákvæð en án þess að setja inn peninga í umferð og mögulega er það hluti af því að markaðurinn ákvörða til þetta hann var tilkynnt þá lækkaði rauninni þessi svona stóru valju myndir ekki myndir fyrir ekki þarna stóru valju eignir, gull og silfur þannig að þú veist, en svo hugsa ég sko mundi Trump nefna hann ef hann er ekki að fara að setja peninga í umferð Trump var spurður hvort að hann myndi gera það sem hann vildi að hann gerði og hann sagði, veistu hvað hann er að fara að gera og Trump sagði eitthvað ég er nú ekki búin að vera að tala við hann minna, þú veist, ég veit ekki, það væri rangt að mér að reyna að hafa áhrif á hann og ég sagði bara, wow, ok, hann er sérst 100%, hann myndi ekki segja þetta nema hann er búin að tryggja það nánast, hann er búin að tala það mikið við hann og hann lærði af því held ég að á sínum tíma þegar hann var að byrja, þegar hann ræði Jeremy Powell hann var ekki vinhollur honum, sko þannig ég, þú veist en ég held að markaðurinn sé svolítið og markaðurinn er aldrei hrifin óvissu markaðurinn er svolítið 50-50 hvað hann mun gera hann fer örugglega að tala og halda ykkur að fara í viðtölu og svo framvegis á næstunni, þó hann taki ekki við fyrir inn í maí og þá kannski skýrist það. Já, einmitt. Við hefðum, ef allt hefði verið eðlilegt, þá hefði átt að taka bókahorn síðast. En allt var ekki eðlilegt á. Það er rétt. Og allt er reyndar ekki eðlilegt núna, en það er þó eðlilegra. Það er allan ennþá jafn óeðlilegt og var. Já. Og þú ert með bækur. Já. Ég er með bækur, já, ekki bók. Þú ert með 2 bækur. Já, ég sko, þú sagði mér fyrir einhverju síðan að þú væri svo hrifin á stuttum bókum og þegar ég gaf þér hérna jólagjöfuna þá sagðir ég hef ekki lesið þetta hefði verið stór bók. Þannig að ég svona, held mig við hérna, stutta þema en að því að ég var svolítið vandræði með það að ég var að velja ákveðin höfund og ég lesið 2 bækur eftir hann og ég vissi það að ef ég kemi aðra á kæmi ég er ekkert með hina setna og ég á svolítið erfitt með að gera upp á milli það eru ólíkar þannig að ég ákvað að koma bara með báðar þar eru báðar eftir hérna Scaramucci þú ekki Scaramucci Já, einmitt Scaramucci er svolítið fyrir það að það var hann sem Orange spilaði Larry Fink var ekki ekki Scaramucci sem að í lestinni já, ég held það sem talaði við hann og sagði hann að setja smá tími í þetta og hann kannski náði að selja honum það nægilega mikið til að skoða og nú er hann all in og Scaramucci er alveg áhugaverður sko það með svo ég mér langar að lesa hann er rosalega Solana-gur líka já, hann er nýbúin að gefa út Solana-bók sem ég var að lesa hún er einmitt svona lítið líka sko og þær eru svona Sweet Life og Bitcoin hún er svona kannski bara svolítið svona stutta útgáfuna út á hvað þetta gengur og ég er ekki alveg að tengja við þetta The Sweet Life of Bitcoin það er alltaf ekki gangi ákvæmt núna en kannski verið gaurina sem er búin að vera í þessu í 10-12 ár Já, ég held að þú veist, bókin segi ekkit endilega hvað
hvað þetta er raunin, kannski þú veist, þetta er bara svona eina af þessum bóku sem er aðeins að kynna það fyrir þessu, þetta er stutt bók sko. Ég var að mörguleiti þegar þú ferð á Amazon þá er Sweet Life of Bitcoin fær betri dóma heldur en Little Book of Bitcoin. Ég var hrifnar af henni, hún er svolítið... Þú var hrifnar af þessari, Little Book of Bitcoin. Þú veist, ég var svo má efins þegar ég fór að lesa dómana sko, af því ég hef verið tölur hrifnar af henni. En það sem mér finnst sko svona, kannski að ég er búin að lesa svo mikið að það er bara endurtekning fyrir mig að lesa eitthvað hvað gengur þetta út á. Hann er svolítið í þessari bók svona að tala bara hvernig Bitcoin hefur svona þróast eftir að stórnöfn, kaupallasjóður og fleira byrja að koma sína þessu áhuga. Sailor. Hvenær gefur hann út? Hann gefur þessa út sko ég bara mig grunar að segja 23-4 eða eitthvað. En ef hann tala kaupallasjóðuna? Já, hann er að segja sko eitt síðasti kaplinn, ekki síðasti er hérna kaupallasjóður er að fara að koma. Já, ok, já, þá er það 23 endar. Svo er hann með kapla hvernig Mr. Wonderful kom inn. Já, Kevin O'Leary. Já. Hann er Mr. Wonderful. Já, ég ruglaði stundur saman Kevin O'Leary og Nógras. Ég vona að ég sé ekki búin að trúða tattúun á vittlausa mann þar. Nei, Kevin O'Leary pota ekki með þetta. Nei, það er Nógras. Já, ok. Já, og hérna hvernig Wall Street kemur inn í þetta og svo framvegis og svo framvegis. Hann er þetta Paul Tudor Jones. Það er svona hvernig hann kemur inn í þetta. Þannig hann er svolítið ekki að tala hann er svolítið að tala þessa hvernig svona hvað kallar maður það svona hvernig svona massaðlugun peningakerfis hérna er að koma meira og meira inn og hvernig þeir urðu seldir. Svolítið svona eins og við vorum að tala hérna út frá Larry Fink söguna. Já, ég sé enda sko á svona ég er að lesa kaplana, ég sé það hérna. Þetta er alveg svona mjög þetta virkar mjög áhugaður bók. Já, Elon Musk. Þannig að þú veist, hann er að segja sögu hverra þegar þau voru Muskmen given and taken, Þetta er mjög áhugavert. Já. Þannig að því litinu var ég hrifnar af henni, en ég myndi bara ráðleggja fólki að bara skoða spurja ChatGPT eða skoða bara efnisyfirleitið. Þó að ég sé hrifnar af þessu, það getur verið aðri sé hrifnar af henni. Út af hvað gengur þessi meira svona? Hún er bara svolítið meira bara svona út af hvað Bitcoin gengur finnst mér sko. Ég skil, já. Þess vegna skil ég að þér finnst þetta að vera miklu... Já, því þú veist, ég er búin að lesa 10 þannig bækur sko. Ég nenni ekki lengur að lesa þannig bækur sko. En ég væri hins vegar, myndi það alveg skemmtilegt að lesa þessa. Þetta er svona smá svona journey katalóg á Bitcoin síðustu ár eins og ég var að skilja þetta. Sérstaklega þessi svona síðustu árin. Ég held að það sé alveg rétt. Og þú veist, þetta báðar einhver leiti talar hvernig svona hann var skeptisku fyrst og þangað til hann og fyrirtæki hans Skybridge Capital hérna fer að fjárfesta og gera sjóði kringu Bitcoin. Ég gott er hans ekki eitt svona fyrsti svona vogunarsjóður skuldi kalla hana sem að fyrir að bjóða upp á þannig lausnir. Já, einmitt. Já, þetta ég er sérstæðlega spenntið fyrir þessari Little Book of Bitcoin, sko. Ég vil að gera þú, ég er bara að tekja hana held ég. Já, það var eiginlega planið. En ég gerir þetta líka þegar ég fyrir Nammilandi í Hagkaup sko. Ég er bara sem að kaupa eitthvað sem er best og svo enda ég með að ég tími ekki að taka ekki annað með sko. Já, einmitt. Nú á ég sko, eins og þið náttúrulega vitið sko, í gær var þessi þáttur ekki var að gerast að því ég var, múin að segja ég get ekki tekið hann sko, ég er núna eftir að fóra í myndatöku og blóðpröfu þá kom ég ljós ég er enn með lúnabólgu. En loksins komi núna, ég fekk frábæra lækni sem krönsaði þetta, komin að hárið sýklalyf, þannig að 4 dagar eftir og ég vildi bara svona aðeins segja smá afsakið að ég er ekki alveg upp á mitt besta en það er ekki markaðurinn sem er bara búin að gera verkum að ég nenni ekki að raka mig lengur eða hugsa mig, það er bara... En bara frábært að það er að koma, þú ert búin að fara ekki margar vikur á þessu, þannig að... Þetta er búin að vera bara... rosalega sem ég hef kynst. Ég er bara búin að vera frá í 2 mánuði meira og minna. En nú er ég komin tilbaka og ætla að fara að huga mjög að heilsunni. Ekki fara að geista stað. Ég hugsa þegar ég hafi heilsu til vonandi næstu viku eða það næstu
byrja bara að fara í sánu og já, þannig að hérna, þetta verður betra og það verður lægri hóstatíðni í hérna næstu þáttum en að þessu sögðu Björn eru þá ekki bara, ekki niðurstaðan í þessu svona nokkuð veginn svo að bara við erum ennþá á mjög svona, við erum á fyrstu stigum bjarnamarkaðar og eða svona allavega snemma í þessu bjarnamarkaferli Við kannski erum ekki fyrstu stigum ef við miðum við þetta byrjaði í október Nei, minna, þú veist en við erum skamt Við erum mögulega snemma í þessu ferli en við erum samt komin töluvert langt niður miða við hvað við erum komin stutt inn í punktur minn með þessu að ég held bara að fólk má alltaf búið sig undir Þetta er ekkert að fara að lagast á morgun Nei, og mér er það mjög líkilegt bara við erum ekkert að fara að sjá neitt skemmtilegt ár, sko Veist, við vil ekki vera óneikvæður en það er bara það sem sagan segir Já, en þú veist, ég segi eitt bara, þú veist, mikið vildi ég að ég færi tímavél bara og það keftist mikið og ég gat 2022 eða ég er þú veist að færi tímavél 2001 til að búa þess betur nútana þannig að ég átt peninga 2022 en þú fattar hvað ég er að fara Já, og það er ekkert sjáalegt í augnablikinu og við erum að fara að sjá fram á kosningar sem að munum kannski ekkit endilega vera í Bandaríkjunum sem endilega vera jákvæða fyrir markaðan heldur Já, þú talar midterm elections, Já, ég er ekki viss að Trump vinni þessar kosningar En svo fer bara að spyrja sig, ég meina, en jú, auðvitað kefið mér það að republikanir séu betri við markaðan, en auðvitað spyr maður sig, ég meina, er það endilega þannig? Þeir unnu allt síðust kosningar, þeir fengum við báða deildinar, Trump vinnur svaka sigur og hér eru markaðir, sko. Markaðir voru alveg ágættir í tíð Biden, sko. Þú veist, það er bara staðreind, skilur við, saman hvað mann er fyrst hann, sko. En sjáum til. Nei, ég held að sé þetta aldrei gott, saman hvort þú sért með republikan fórstæða demokrati, ég held að sé alltaf smá vesen þegar hann er ekki með báða deildinar. Jú, það er kannski meira sem ég er að meina. Einmitt. En ok, að því sögðu, Björn, þá bara, eða er ekki eitthvað fleira sem þú vilt? Nei, þú veist, það er alltaf einhver fleira, en ég held að það er ekkert sem að svona tímalega skiptir endilega öllum máli. Mér sá mjög jákvæða fréttir endar sem að mér fannst jákvætt að því vorum að tala þess að þróun og zoomum aðeins út og hættum að hugsa verðið að svona einn stæðsti svona sjóðurinn með svona safn af ríkisskuldabrjöf, svona peningamarkasjóður eða bara aðal peningamarkasjóðurinn hjá BlackRock sem eru þetta bara stæðsti fjárfestinga það er bara stæðsta eignastýringafyrirtæki heimi, já. Þeir voru að gefa þennan sjóð út á Uniswap og menn þekki ekki Uniswap, þá Uniswap á Ethereum þar sem að þú getur keypt svona fyrsta svo kallar DEX-ið sem að þú getur bara swappað myndum og þannig að í dag getur fólk bara farið inn á Uniswap með Ethereum setið eða stöðleikamyntina sína og keypt í þessum sjóð bara dollar á móti dollar í hversu mikið þú kaupir í sjónum. Ég finnst það kannski myndur sér að segja, er þetta ekki bara sem er að fara að koma? Mér finnst það bara svona stór aðili sé að gera einhvað á dreifstýrðu kerfi en ekki bara Þetta er dreifstýrð kerfi á Ethereum Uniswap er á Ethereum ekki að búa sér til eigið kerfi eins og kannski margir af þessum bönkum er að reyna að gera þeir eru að gera einhvað innanlús líka en það eru bara greinilega bara svona framúrstefnu krypto og einstaklega vel hugsandi inn í þessu fyrirtæki sem eru að hugsa eins og við viljum allan að hugsa því að ef við viljum fá þróununa út og það hefur áhrif á Ethereum til dæmis þá viljum við sjá þessar hluti birtast einhvers staðar á Ethereum Já, hljómar mjög vel þannig að þá bara þakka ég þér kærlega fyrir mér og ég þakka ykkur kæru hlustundur fyrir hlustununa og áhorfið og við heyrumst og sjáumst aftur að vikuliðinni. Þangað til næst, verið sæl.